bingokvöldi hérna á miðvikudagskvöldi og það var geggjað. Það var alveg þvílíkir vinningar hjá okkur fyrir Vonina hjálparstarfi okkar og það var bara stappað hér af fólki. Og þvílík stemming og þvílík gleði og þetta bingokvöld bara var svo mikið success sem að þýði það að við getum hjálpað bara fleirum jólin. Og við erum með mjög öflugt hjálparstarf í þessari kirkju sem heitir Vonin hjálparstarf. Og við gefum fólki inn í bónus fyrir jólin og líka í öðrum mánuðum ársins. Og það yndislegt og það eru forréttindi að fá að gefa. Og ég vil bara þakka kirkjunni fyrir að standa bak við þetta starf. Vitið að það ekki nóg að vera kristin í orði, við þurfum að vera kristin á borði og í öllu líf okkar. Má ég heyra amen. Það bara svo mikilvægt og ég held að fólk bara núna, það bara komið pínu nóg af fólki sem óekta. Fólk að leita ykkur sem ekta. Og við erum stundum, og ég talaði það áður, við erum stundum bara eina biblían sem að fólk les. Og þá verðum við að vera meðvituð það hvað fólk að lesa þegar það sér líf okkar. Hvernig hugum við okkur bara í kringum almenning, hvernig við? Og við þurfum að huga því sem að Jesú myndi hugað. Og við þurfum að vera lík honum. Það að vera kristin. Má ég heyra amen? Amen. En ég ætla að tala til ykkur í dag. Og orðið sem að Drottinn búin að setja mitt hjarta eitthvað sem að ég hef svo sannlega glímt við í gegnum tíðina. Ég nefnilega, ég rosalega upptekin manneskja. Ég alltaf á fullu og þetta orð ekki síst tala til mín. Þannig ef að þið finnið ykkur svona í ykkurum, þið finnið samhljóm í því sem ég segi, með kannski neikvæðum formerkjum, að þá vitið það að þið eru ekki ein og það eru svo margir akkurat núna í þessu þjóðfélagi sem við lifum í, þar sem að hraðin óendanlega mikill, það eru svo margir að upplifa það sama. Þannig að við ætlum að byrja því að alveg, ertu komið þetta upp á vegg? Þetta upp á vegg? Þetta upp á vegg, ég sé þetta ekki þarna. Dásamlegt. Alli minn, getið hvað hann gamall? 35, hver sagði þetta? Alli mun bara ekki geta sofnað í kvöld fyrir gleði. 35. Hann alveg ótrúlega unglegur eins og pabbi sinn. Það út af því hann með svo létta lund. Hann svo geðgóður. Þannig ég var rosalega lánsum. Ég var að tala það við Guðmund fyrir samkomu. Ég svo lánsum að eiga geðgóða mann. Yngri mann. Eyfi minn. Stoppa þú, bróðir. Ég töluvert yngri en Alli. Bara halda því til haga. Já. Hann Eyfi, hann hefur lag á að halda mér í auðmýkt. Hann búinn að hafa þetta til, dásamlegt. Ef ekki þá bara byrja, hætta þessu vesinu og byrja. Við langar til að fara með ykkur í Lúkas 10. kafla í vers 30. Og þetta saga sem að Jesús að segja. Og því svaraði Jesús svo, maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan í Jerikó og féll í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum, börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði hjá. Eins kom og Leviti þar sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur, margir sem hafa sagt samherji núna síðustu vikur, samverji nokkur var á ferð, kom af honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans. Batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti á sinn eigin eik, flutti hann til gistuhús og lét sér and hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti. Lát þér and hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Og svo spurði Jesú þessara spurninga. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem féll í hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnaverki gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og gerið sama. Og bara til að brjóta niður söguna, þá við getum fært þetta upp á okkar tíma, nútíma forstöðumaður. Hann svo hrikalega upptekinn, hann örugglega á leiðina á okkur fund eða byrja daginn.
að hann missir á því sem að máli skiptir í veröldinni. Til hvers erum við hérna? Levitinn var líka aðili sem að var að þjóna í kirkjunni og levitarnir voru þeir sem að þjónuðu í musturinn á sínu tíma. Það var ætt levita og hann var líka og prestar og levitar á þeim tíma voru merkilegt fólk sem að aðrir tóku sem fordæmi. Þeir hafðu sérstakann sess í hugum fólks. En Jesús var að tala að þessir menn geta eins og allir aðrir bara brugðist. Og í þessari sögu að þá það samverjinn sem að var í rauninni eins og bara við myndum á þeim tíma þá var samverji bara algjör óvinur Ísraels. Það eins og við værum að horfa á, ég veit ekki, Al-Qaida eða eitthvað álíka, þú veist. Það var einhver í svipari stöðu sem að leggur þessum manni lið. Og Jesús spyr, og þetta Jesús ekkert upptekinn af hvaðan fólk að koma eða hver það upprunni þess Hann var aðalega að meina, hann vildi bara að fólk myndi gera vilja Guðs. Hann myndi taka móti kærleikanum, taka móti honum og fara síðan að framkvæma kærleikan. Og þessi saga fyrir margt merkileg. Hún nefnilega svolítið mögnuð út af því að það ótrúlega oft þannig að við gleymum aðalatriðinu út af því að við erum svo mikið á hlaupum. Við erum alltaf á hlaupum. Og á Íslandi þá það bara dygð að vera alltaf á hlaupum. Við erum alveg í ótrúlegt svona streitu samfélag. Og það sem að meira það þykir alveg gríðarleg dygð að vinna bara frá 8 morgnana til seint á kvöldin. En það ekki dygð samkvæmt reikningunni. Þegar við erum í þeim fasa að við erum alltaf hlaupandi, við erum alltaf í streitu, að þá tökum við ekki eftir umhverfin okkar. Og við áttum okkur ekki á þegar við eigum í þeim fasa þegar við erum í streitu, það áttum við okkur ekki á vilja Guðs fyrir akkurat núið okkar. Og það alls þar í kringum okkur einhver eða eitthvað sem að Guð að setja í við okkar til þess að við höfum áhrif á viðkomandi. Skiljið hvert að fara. Má ég heyra með. Og ég ofboðslega mikið búin að vera að skoða þetta í mínu lífi. Fyrir nokkuð mörgum ári síðan að þá var ég að vinna hjá fyrirtæki Vodafone. Var deildarstjóri þar og þegar ég var deildarstjóri þá sagði fyrirvinnandi yfirmaðurinn, hún sagði, Sibba, þú vinnur á við 3. Þú ert rosalega öflugur og góður starfsmaður, þú vinnur á við 3. Og ég var bara æðislegt, frábært, ég mega starfsmaður. En ég fór að hugsa þetta daginn og ég hugsaði, það eðlilegt að vinna á við 3? Já, vinna á við 4. Nei, í alvegni tala, það eðlilegt að vinna á við 3? Býr það ekki til gríðarlegt ójafnvægi í lífi okkar? Og ég man að ég var hreinlega vakin og sofin á vinnunni. Og ég veit nú ekki hversu oft að ég hef verið heima hjá mér og ég hef verið bara hérna, koma svo, við erum að fara út, ég með 10 punkta list og við ætlum að græja þetta allt í dag. Og græji börni mín og allir hafa þurft að sitja undir þessu. Ég að reyna að koma hlutunum í mínum eigin mætti alveg trillt af einhverju streitu og einhverju ímyndum verkefnalista sem ég þurft að klára fyrir tiltekinn tíma. Ég ein eða ég veit að mamma skilur mig. Já, ég held að svo fleiri sem að skilur mig. Nei, ég nefnilega, góði punktur, ég fekk nefnilega ekki borgað á við 3. Ég fekk bara borgað fyrir eina mennsku. Þetta nefnilega mjög góð spurning. En aftur að þessu, það sem ég vildi benda ykkur á í þessari sögu og það sem að Guð og ég tel að Jesús að benda ykkur á, að við þurfum að vera róleg. Við þurfum að anda rólega og það ekki eðlilegt að vera ykkur í spennu og streitu því að þá hreinlega missum við af því sem að Guð vill gera í gegnum líf okkar. Og þegar við skoðum Jesú og líf hans, þegar við skoðum Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannes, þar sem að það farið yfir sögu Jesú, þá var hann aldrei í streitukasti.
Hann var aldrei, ég í Kópavogi núna, ég að vera mættur eftir 10 mínútur í Reykjavík því að ég að fara að frelsa fullt af fólki, ég að fara að lækna fullt af fólki og þú bara fyrir mér. Og ykkur finnst þetta fyndið út að þetta svo innilega ekki Jesú. En þetta við. Þetta nefnilega við oft á tíðum. Við erum hérna í einhverju stresskasti að reyna að komast frá A til B, en Jesú var ekki þannig. Hann var algjörlega í núinu og sinnti öllum. Og það svo athyglisvert hvernig hann setur upp. Ég meina að það alveg klárt mál að þessi prestur sennilega á leiðin eitthvað. Örugglega verð og seinn. En hann segir, hann samt rangur. Við höfum samt að gefa okkur tíma. Og það svo mikilvægt vinir á þessum tímum sem við lifum á, sérstaklega fyrir jól, þegar streitan virðist yfirtaka gríðarlega marga, að við tökum andan djúpt, að við drögum andan djúpt og við hugleiðum hvað það sem skiptir máli í lífinu. Hvað það sem skiptir máli í lífinu? Má ég heyra með hann? Já. Já, það góð spurning. Ég bara get ekki að svara því akkurat núna. Nei, það í textunum. Ég veit ekki hvað það Já. Ég myndi halda að við smjör oft merki fitu eða olíu. Þannig ég ímyndi mér þessu olía. En það góð spurning. Ég skal bara kanna það fyrir ykkur. Það bara góðu punktur. Jú, googla það. En þetta náttúrulega svolítið gamalt orð. Ég veit ekki hvort það meiri sem það. En allavega, við getum ekki ímyndað okkur stressaðan Jesú. Hann bara ekki fyrir hendi. Hann var algjörlega á svæðinu að gera vilja föður síns. Og hann var mjög meðvitaður það sem hann kom til að gera. Og hann kom svo sannarlega og sýndi okkur með lífi sínu hvernig við eigum að lifa lífi sem meaningful, sem skiptir máli. Og hvernig hann lifði, við eigum að feta í hans fótspor og við eigum að lifa samkvæmt því. Má ég heyra með hann? Það nefnilega að tala það að við eigum að ganga með Guði. Matti kom inn á það áðan og lagið hans held ég fjalla það hvað mikilvægt að ganga með Guði. Við þurfum nefnilega að finna þennan takt, þennan náðartakt. Og ég ætla að segja þetta aftur. Við þurfum að finna takt, þennan náðartakt. Þar sem að við heyrum röddu Guðs. Við hægjum aðeins á okkur og við þurfum að ganga með Guði. Við þurfum að leyfa honum að taka þátt í líf okkar. Við þurfum að vera róleg og við þurfum að heyra röddu Guðs. Fyrir mörgum okkar þá þýðir það að hægja á sér. Í mínu tilviki og ég veit í mömmu og í Rúnas og í fleiri, það þýðir að hægja á sér. Við þurfum að hægja á okkur. Það sem að gerist þegar við erum í streitu, þá missum við alls konar hluti. Það svo margt sem að fer fram hjá okkur í streitu. Mér langar að nefna eitt dæmi. Fyrir nokkrum árum síðan, þá voru börnin mín í Salaskóla, áður en við fluttum í nýju húsið okkar. Hulda María gekk í gegnum alveg rosalega erfiða reynslu. Og ég var sjálf að gangi í gegnum mjög erfiða reynslu. Ofboðslega mikið að gera hjá mig. Vann frá 8 morgni til 10 kvöldin. Vann í fyrirtæki á daginn og í kirkjunum kvöldið helgar. Og ég vissi ekki af því að hún væri að fara í gegnum svona erfið tímabil. Þetta það sem streitan gerir. Allt í hennu ferð að vera ómeðvitað fyrir umhverfið þínu. Þannig að þú getur illa brugðist við þegar til þess þarf. Og í sumum tilvikum vinir, þá hér inni fólk sem að þarf að fara að anda rólega og átta sig á að gangan með Guði nákvæmlega það. Ganga. Ekki sprettur, ekki í einhverju keislu, ekki í einhverju neikvæðni, ekki í einhverju streitu, heldur ganga með Guði. Við heyrum best þegar við erum að ganga með Guði. Má ég heyra amen. Amen. Þannig að við ætlum að halda eins áfram. Flýtir mesti óvinur andlegs lífs og það einn helsti guðfræðingur Bandaríkjanna, hann heitir Dallas Willard, hann hélt því fram að flýtir mesti óvinur andlegs lífs.
Ég var ekkert endilega sammálanum lengi vel, en vitið það, ég bara orðin pínu sammálunum. Ég finn hvernig ég aftengist bara um leið og ég komin í streitu. Það eins og ég hætti að heyra röddu Guðs. Og það sem að meira ég hætti að ganga fram í kærleika. Hann bara stendur í kærleikskaflanum, þegar verið að lýsa kærleikunum, þá stendur kærleikurinn langlyndur. Það fyrsta orð til þess að lýsa kærleika Guðs. Hann langlyndur. Og hvað þýðir langlyndur? Það þýðir þolinmóður. Og leið og við hættum að geta verið þolinmóð og við erum komin í einhver streitu ástand eða farin að upplifa eins og við þurfum að gera eitthvað til þess að halda öllu uppi og redda öllu, þá erum við bara hreinlega komin út úr kærleika. Og það mjög alvarlegt ástand. Þannig að flýtir mesti óvinur daglegs, andlegs lífs með Guði. Hraðinn gerir það líka verkum að við komum afskaplega litli í verk. Ég verð í svo mikilli streitu að mér finnst ég vera að gera 1000 hluti og ég geri ekki einn hlut vel. Ef þið skiljið hvað ég meina. Alli getur alveg pottet, alli segir mjög hátt og amen við þessu. Og það bara ég. Leið og ég komin í streitu og ég komin í ákveðin gír, að þá bara hætti ég einhvern veginn að fungera. Þá fer ég að gera 100 hluti og ekkert af því vel gert. Og það eitthvað sem ég þarf að taka til athugunar hjá mér, alveg klárlega. Það mjög athyglisverð rannsókn sem Michael Siggarelli, prófessor við Charleston University gerði á meðal 20.000, hlustið á mig, 20.000 kristinna manna í Bandaríkjunum. Og hann var einmitt að skoða þetta. Hvað það sem að gera það verkum að kristi fólk nær ekki að vera andlega tengt í dag? Það allt annað sem að kemur einhvern veginn, það allt annað sem í forgang hjá fólki. Og þetta ekki bara hér á landi, þetta alls þar annars það líka, þetta mikið í Bandaríkjunum og fólk mjög mikið að skoða þetta. Hvað það sem að veldur því að við þurfum að vera svona ábúslega mikið í þessu hversdagslega og við einhvern veginn, við tínum okkur í hlutum sem ekki skipta máli. Og það var mjög afgerandi niðurstaða. Hraði, hans niðurstaða var þessi, hraði það sem að gera það verkum að þú getur, það stoppar andlega lífið þitt. Finnst það ekki athyglisvert? Það var hraði. Og við erum snillingar í hraða hér á Íslandi. Við metum hraða alveg bara meir en allt annað og ég var að hugsa það í dag, ég var að horfa á Silfur Egils, það verið að tala PISA-könnuna. Getur verið að þessi hraði, þessi streita áreiti, sé að hafa svona mikil áhrif á okkur að jafnvel grunnfærni að skerðast. Ég bara velti fyrir mér. Getur verið að þetta sé að hafa það mikil áhrif að okkur vantar ákveðna hvíld í sálina til þess okkur vegni vel. Svona í alvörinu talað. Ég hugsa að það gæti komið til. Vitið það að fyrir 200 að 300 árum síðan þá svaf fólk á bilinu 10 til 11 tíma hverja einustu nóttu. Vissu við þetta? Ég ekki einu svona grínast. Fyrir 200 til 300 árum síðan þá svaf fólk 10 til 11 tíma. Nú sofum við 5 til 7 tíma, 8 tíma og það þykir mjög gott. Hvaða afleiðingar skildi þetta hafa og okkar andlegu heilsu? Veikindi. Býr til meiri streitu. Býr til manneskjur sem ekki alveg tilbúna fyrir lífi. Býr til óbalans hjá fólki. Hugsa ykkur hvað hefur breyst á þessum árum og við höldum þetta sé allt góðs. En það ekki alveg svo. Og Drottinn kennir okkur með lífi sínu hvernig við eigum að lifa lífinu. Má ég heyra með hann? Frá iðnbyltingu til dagsins í dag, það hafa verið gríðarlega framfarir. En þær allar jákvæðar, ég spyr. Við sjáum unga krakka með snjallsíma að vopni sem að allar líta upp úr símanum sínum. Og ég verð nú bara að segja að það líkist meira fíkni í hegðun en nokkru öðru.
Og ég held líka að þetta atriði sé ekki eðlilegt fyrir framgang okkar. Við verðum að geta horfst í augu við raunveruleikann til þess að gera breytingar. Og ég trúi því að þetta áreiti sem allsstaðar í kringum okkur, sem við leyfum að hafa áhrif á okkur, að gera það verkum að okkar andlega líf, það ekki á þeim stað sem það þarf að vera. Við gefum hlutum pláss í okkar lífi sem eiga ekki að taka svona mikið pláss. Má ég heyra með henn? Þannig að það okkar vinir í dag. Það okkar þegar við göngum inn í þessa jólahátíð að reyna að skilja frá hismið frá kjarnanum. Hvað það sem skiptir máli? Það kærleikurinn, það Jesú, það eru börnin okkar. Það eru tengingar við fólk, það eiga raunveruleg samskipti. Það að horfast í augu við vini og hlusta á vini okkar og vera vinur. Og ættingjar, vinur og ættingjar. Þetta það sem skiptir mestu máli. Og vinir, allt það sem að gera það verkum að við getum ekki sinnt þessum grunnþörfum sem skildi, þarf að fara að setja til hliðar. Má ég heyra með? Og ég ekki að tala að við höndum símanum okkar. Heyrið það sem ég að segja, ekki það sem ég ekki að segja. Ég að tala að við þurfum að stjórna tækjunum, ekki tækin okkur. Ég ætla að segja þetta aftur, við þurfum að stjórna tækjunum, ekki tækin okkur. Og við þurfum að fara að taka stjórn á líf okkar til þess að okkur vegni vel, að sál okkar vegni vel. Má ég heyra amen? Halleluja. Og við ætlum að vera meðvituð þegar við göngum inn í þessa jólahátíð. Hraði nefnilega ofbeldi á sálinn okkur og anda. Og ég ætla að segja þetta aftur. Hraðin hálfgert ofbeldi á sál okkar og anda. Þegar við leyfum okkur að anda, þegar við leyfum okkur að vera, þegar við leyfum okkur að taka pláss, að þá líður okkur betur og við heyrum í Guði. Þannig við þurfum að passa okkur á hraða. Við þurfum að passa að vera ekki að valda okkur sjálfum ykkur ofbeldi. Mjög frægur kristilegur sálfræðingur í Bandaríkjunum, hann var að tala og skrifaði bók reyndar hraða og hvaða afleiðingar hraði getur haft á líf okkar. Og mér langar til þess að biðja alla að fletta eða Þorgerðum að fletta næstu glæru. Og þetta eru afleiðingarnar sem að hraði hefur á líf okkar allra. Það aukinn pirringur. Það ofur viðkvæmni. Alli bara, þetta rétt, Seba, þetta rétt. Ég nefnilega get verið ofur viðkvæm þegar mér líður ekki vel, þegar ég undir miklu álagi. Eirðarleysi. Þú getur ekki einhvern veginn bara verið. Þú ert bara alltaf undir einhverju streitu og þú bara kannt ekki að vera ekki undir streitu. Áráttukennd þörf fyrir að vera alltaf að vinna. Hver þar? Guðmundi var að tala mig fyrir samkomu að hann þurfti að minnka vinnuna. Og það Sigga bara mundi vall eftir hvernig hann liti út. Og það ekki stundum þannig þegar við erum að vinna alveg gríðarlega mikið. Þú veist, þessi áráttukenndu hegðun, þú finnur þig eins og þú sért lítill nema þú sért að gera eitthvað svona. Og ég veit ekki með ykkur, en ég hef oft skilgreint mig út frá vinnu. Mér finnst ég einhvern veginn ekki vera merkilegu pappír nema ég sé að gera rosalega mikið. Og vinnan gerir það líka að verkum að við tínum okkur og við leyfum okkur ekki að vera. Þannig að það kemur ákveðin tilfinningalegu doði. Það aldrei friður, það aldrei þessi endurspeglun á hvað hefur gerst eða hvernig manni líður og svo framvegis. Þannig að það kemur tilfinningalegu doði og þú veist í raun ekki hver þú ert. Svo kemur þetta sem að mér finnst mjög algengt hjá mjög mörgum, það þetta flótta atferli. Þú ferð inn í Netflix og þú horfir á eina þáttaröð alveg út í eitt. Ég hef gert þetta. Bara á heilum degi, bara loksins komið frí og ég ætla bara að horfa á heila þáttaröð. Ég ætla ekki að gera neitt annað. Það getur verið tölvuleikir. Það getur verið hvers konar fíkn. Það getur verið vín og annað. Facebook, Snapchat. Nákvæmlega, við erum öll seg, það málið.
Og vitið það, þetta gerir það verkum að við þurfum að aftengjast hver við erum. Við gleymum hver við erum og það sem að meira við aftengjumst köllun okkar. Við aftengjumst köllun okkar út af því að það komið tilfinningalegu doði. Þú finnur ekki hjá þér hvað þú þarft að gera eða hvað þú átt að gera. Þú þekkir ekki sjálfa þig og þú ferð að aftengjast þeirri köllun sem að Guð hefur sett á líf þitt. Og það ekki gott mál. Og við förum að hætta þegar við erum undir þessa streitu að geta mætt þörfum annara. Ég talaði Huldu Maríu dóttur mína áðan. Ég tók ekki einu sinni eftir að hún var að gangi í gegnum erfiða tíma. Ég gat ekki mætt þörfum hennar. Og það ég var sjálf bara á erfiðum stað. Og það sem við förum líka að gera, við förum að hamstra orku. Við förum að passa upp orkuna, við gefum hann ekki frá okkur. Okkur finnst erfitt að vera í kringum fólk. Við þurfum bara að vera ein, við þurfum bara að vera heima hjá okkur, við þurfum að vera ein og ég skil það opaslega vel. Ég get verið svona introvert líka. Það vel hægt að hlaða sig einn. En þegar maður farin að forðast að hitta fólk, þegar maður getur ekki verið í kringum fólk út af því að það tekur frá manni svona miklu orku, þá maður ekki á góðum stað andlega. Það nefnilega málið. Og niðurstaða hennar, þessi kristilegu sálfræðingur, hún var að tala þetta niðurbrotið. Númer 10 bara andlegt niðurbrot. Andlegt niðurbrot. Þú ert ekki einn með Guði, þú leyfir ekki Guði að hafa áhrif á líf þitt, þú ert bara einhvern veginn í streitu og þú ert að flótta undan sjálfu þér. Þetta eru merkin. Og þetta þurfum við að laga, má ég heyra með hann. Ég man að ég sagði viðkvæði mitt fyrir einhverjum árum var þetta, ég vildi óska þess að ég hefði meiri tíma. Staðreyndin svo að ef ég hefði meiri tíma þá myndi ég bara vinna meira. Þannig að lykilatriðið ekki endilega að hafa meiri tíma, heldur hvað við gerum við okkar tíma. Má ég heyra með hann. Hvað erum við að gera við okkar tíma? Ég held að lykillinn sé alveg klárlega að við þurfum að einfalda lífið. Það sem að ég að praktisera hjá sjálfum mér að flokka svolítið lífið niður. Hvað það sem skiptir máli og hvað það sem skiptir ekki máli? Má ég heyra með hann? Ég þurfti að taka og bara horfa sjálfa mig út að ég var bara komin í, ég var bara orðin útbrunnin. Það bara þannig, ég var bara orðin útbrunnin og ég þurfti að endurskoða gríðarlega margt í mínu lífi. Og við þurfum öll vinir og sérstaklega á þessum tíma, þar sem áreiti svo mikið, þá þurfum við reglulega að endurskoða hvar við erum stödd í lífinu. Það gott fyrir okkur. Þannig að hvað getum við gert til þess að einfalda lífið okkar? Ég spyr, hvað getum við gert til þess að einfalda lífið okkar? Við getum ekki boðið Jesú að tróða honum inn í okkar brjálæði. Við þurfum að gefa Jesú pláss. Fyrirgefðu. Við þurfum að minnka, hann þarf að stækka. Algjörlega. Og vitið þessi jólahátíð snýst það að hann á að vera stór og við að leyfa honum að skína. Og við þurfum líka að fara að forgangsraða þannig að hann fái að skína í okkar lífi. Má ég heyra með hann? Ég held að óvinur okkar ekki mikið þetta sem fyrir utan. Það þetta. Það hraði. Það eru hluti sem að skipta ekki máli sem að taka upp allan okkar tíma. Og vinir, akkurat núna að þá óvinni sálna okkar, honum að takast það oft á tíðum. Út að við tínum okkur í hluti sem ekki skipta máli. En vinir í dag, að þá Guð að gefa eld í fólki sitt. Hann að gefa eld í fólki sitt. Þannig að við förum að taka ákvörðun sem eru til heilla en ekki til óhamingju. Og hvað gerum við? Við förum að setja augu okkar á Jesú. Má ég heyra með hann? Í jólahátíðinni þar sem að Jesús á að vera númer 1, 2 og 3, þá svo margt annað sem að fylli tíma okkar. Og við förum að vera svo upptekinn. Hvernig væri ef að við í dag verum meðvituð að setja hann á hásætið? Má ég heyra með hann? Halleluja.
Og hvað segir Jesú? Hann segir, vertu í mér og ég í þér. Þú skalt íklæðast mér og það sem við gerum þegar við íklæðumst honum, að við förum að ganga í takt við hann. Við förum að ganga í takt við hans vilja. Við förum að ganga í takt við hans eðli. Við förum að taka eftir umhverfin okkar eins og við höfum ekki tekið eftir því áður. Og ég að segja við ykkur, núna bara á síðustu vikum, þá er Drottinn búinn að leiða í veg minn alls konar fólk sem ég hef verið að vitna fyrir. Þvílík tækifæri sem ég fengi upp í hendurnar bara því að endurskoða hraðan í lífi mínu. Og ég ætla að segja þetta aftur, Drottinn er búinn að koma með frábær tækifæri í fang mér út af því ég að endurskoða hraðan í lífi mínu. Hvernig getur Guð nota þig hér í dag? Hvernig getur Guð nota þig í þínum kringustandi sem hafa áhrif á fólki kringum þig? Því að Drottinn hefur áhrif á að nota okkur. Má ég heyra með? Hann vill nota líf okkar. Hann vill að við skiptum máli. Og það sem að meira hann vill framkvæma vilja sinn fyrir Ísland í gegnum okkur, vinir. Við höfum verið að tala það undanfyrir. Hann sagði, þið munu gera meiri verk en ég. Og við hugsum, hvernig getur það verið raunverulegt? Jú, það því að heilagur andi ekki bara á einu stað í einu. Hann í lífum okkar allra og hann þráir að vera hluta líf okkar. Og það sem að meira hann þráir að stjórna líf okkar. Og við þurfum að leyfa honum að vera á þeim stað að hann fái að stjórna líf okkar. Má ég heyra amen? Þannig að það sem við þurfum að gera að tróða ekki í Jesú inn í brjálæði sem að líf okkar Má ég heyra amen? Og hvernig getum við það? Næsta glæra. Öll í glærunum í dag. Haltu hvíldardag. Þið trúið mér ekki. Hvaða dagur það nákvæmlega? Við hugsa bara, ég þarf meiri tíma. Nei. Haltu hvíldardag. Vitið hvað mikilvægt að gera ekki neitt einn dag, bara njóta þess að vera til. Eyða þeim með þeim sem við elskum. Hitta vini, hitta kunningja, elda góða mat, tala við börnin sín, horfast í augu við börnin sín, njóta lífsins. Haltu hvíldardag. Ritningin svo skýr með hvíldardaginn að hann ekki fyrir Guð, hann fyrir okkur. Ég ætla að segja þetta aftur. Hvíldardagurinn ekki fyrir Guð, hann fyrir okkur. Hvíldardagurinn þannig að við getum komist aftur á þann stað að við vitum hver við erum. Við förum yfir hluti í vikunni og við vitum hver við erum. Við horfum og við njótum lífsins með okkar nánustu og við tölum við fólk og við endurhlöðum okkur með eðlilegum hætti. Ekki með því að horfa heila þáttaröð á Netflix. Eins skemmtilegt og það getur verið. En svona í alvörinu tala. Vertu einn í þögn með Guði. Þetta getur nú verið bara rosalega trikki fyrir þá sem að tala mikið. Vitið, ég hef alltaf haldið að bæn sé þannig að ég tali og tali. En ég gleymd alveg að ég þarf að gefa honum færa og tala við mig. Ég ein þannig? Nei. Þetta vandamál hjá mér. Alltaf þegar ég að biðja til Drottins þá tala ég og við eigum að gera það. Við eigum að létta hjart okkar. En við þurfum líka að vera hljóð. Við þurfum líka að vera hljóð og heyra hvað Guð vill segja við okkur. Og meiri sem Jesús þegar hann gekk að þá fór hann afsíðist árla morguns talað Hann fór afsíðist til þess að biðja og vera einn með Guði. Hann átti hljóðastund með sínum föður. Og ef að Jesús gerði það, hversu miklu fremur þurfum við að gera það líka? Vinir, við náum okkur tilbaka þegar við erum ein hljóð með Guði. Já, algjörlega. Og svo númer 3, einfaldaðu lífið.
tilengum okkur nægjusemi. Það rosalega mikið verið að tala það að þessi eyðsla, endalausa eyðsla sem alltaf í gangi, hún ekki bara að fara illa með okkur streitulega séð. Við erum alltaf að reyna að vinna fyrir ykkur, við erum alltaf að reyna að ná ykkur árangri eða eignast eitthvað. Hamingjan ekki hérna fyrir utan. Hamingjan fyrir innan. Hamingjan hugar ástand. Og hvort sem að við erum fátæk eða rík, þá það hugar ástand. Og það svo mikilvægt, vinir, að við gleymum ekki því að hamingjan verður aldrei keypt. Hamingjan verður ekki keypt. Hamingjan nægjusemi og þakklátt hjarta. Ef að þú ert í þakklæti, ef að þú þakkar Guði fyrir það sem að þú átt, þá ertu hamingjusamur. Og ég ætla að segja þetta aftur, þakklátt hjarta og nægjusemi lykillinn að hamingju. Og þessu eyðslu dæmi í þjóðfélaginu okkar, það bara verður að linna. Það skiptir ekki máli, merkjavara eða annað slíkt, fínt að eignast það, ég ekki að segja það sé eitthvað alveg bannað. En það skiptir ekki öllu máli. Og við þurfum að vita hvað skiptir máli og við þurfum að beina sjónum okkar til drottins Jesú. Má ég heyra amen? Þannig að nægjusemi gott fólk. 4. parturinn, og það það sem ég að tilenga með þessa stundina, mistekst mjög oft, en það að hægja á mér. Ég var að hugsa það í dag, ég var í umferðinni. Ég held ég bara aldrei keyrt á löglegum hraða. Fannst bara þurfa einhvern veginn að opinbera þennan sannleika fyrir ykkur hérna í dag. Nei, mamma nefnilega yfirleitt aldrei á löglegum hraða heldur. Já, ok, ég segi svona, fyrir ekki. Ok, við ætlum ekki að rífast inn í dag, mamma. Já, ég veit það, ég bara að grínast. Við ætlum að halda áfram með prédikunna. Vitið hvað ég farin að reyna? Ég farin að fara yfir á hægu akreina og þar sem að má vera 80 hámarksræði, þá ég farin að keyra á 60. Þetta nýtt fyrir mér. Ég ekki að grínast. Vitið það? Þetta nýtt fyrir mér. Og þetta bara frábært. Hafið þið prófað þetta? Ég ein? Já, ég ein. Það eru Íslendingar hér í dag. En vitið það frábært. Og ég skora þig, næst þegar þú fer í bónus, til þess að praktisera þetta. Farði í lengstu röðina. Just do it. Farði í lengstu röðina og taktu ekki upp síman. Ég ætla að segja þetta aftur. Farði í lengstu röðina og vertu glaður með það. Nei, fólk ekki að fara. Það enginn að fara að kaupa þetta. Ég ætla bara hvetja ykkur til þess að fara í lengstu röðin í bónus. Má ég svo hendalofti sem ætlar að prófa þetta? Má ég sjá? We can do this. Lengstu röðin í bónus og við ætlum bara að vera glöð með það að við fáum að fara í bónus og versla. Við ætlum að vera glöð með það að við búum á Íslandi og það velsæld hérna og það gott að búa. Þetta fullkomið land? Alveg klárlega ekki. En hér gott að búa, vinir. Og við erum í 10% efsta hlutunum af öllum heiminum í lífsgæðum. Gleymum því ekki. Og við gleymum okkur stundum þegar við hægjum á okkur. Þegar við förum að vera með þakklátt hjarta og við förum að átta okkur á því hver við erum með drottni. Hver drottin í lífi okkar. Þá fara hlutirnir að breytast. Vinir, það aðkallandi að við tökum Jesú til fyrirmyndar. Að við förum að lifa lífi eins og Jesú myndi lifa því á þessari jörð. Og meiris í bónus, í streitun í bónus, þá fullt af fólki sem við getum vitna fyrir. Amen. Og meiris að stundum, ef við höfum augun opin, þá fólk sem getur ekki einu sinni borga reikningi sinn, sem að við getum borga fyrir þá. Ég bara að segja það. Það eru forréttindi að lendi því. Ég hef lent í því oftar en einu sinni þegar manneskja fyrir fram að mig og hún hefur ekki efni á því sem hún var að kaupa í bónus. Ef ég í streitu þá tek ég ekki eftir því sem í kringum mig. En þegar ég að ganga með Guði, og ég segi þetta aftur, þegar ég að ganga með Guði, þá fer ég að taka eftir hlutum sem ég annars tek ekki eftir. Og það aðkallandi, vinir. Ég þarf að gera verk Guðs hér á landinu og við þurfum öll að gera það í Jesú nafni. Algjörlega. Nákvæmlega, það bara yndislegt.
Amen. Nei, nákvæmlega. Akkurat. Það eru forréttindi. Og vitið það eru margir með svona sögu. Ég reyndar trúi því að kirkjan Smárakirkja, við erum bara kölluð til þess að gera þetta. Við erum að vera múrskara fyllar og farbrautabætar. Vinir, kristna lífi er ekki hvernig getur þú klóra mér á bakinu. Það er akkurat öfugt. Hvernig get ég klóra þér? Hvernig get ég blessa þig? Hvernig get ég lyft þér upp? Þegar við göngum fram í þessum kristilega kærleika, þegar við förum að lyfta upp öðru fólki, við förum að blessa fólk, við förum að lækna fólk, við förum að biðja fyrir fólki, við förum að vitna fyrir fólki. Vá, þá fyrst förum við að sjá uppskeru í líf okkar. Og við þurfum uppskeru hér í dag. Má ég heyra amen. Og þessi uppskera er réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Má ég heyra amen. Halleluja. Er þið tilbúin að taka þessa áskorun með mér í dag og gera þessa hluti? Er þið til? Amen. Ég ætla rétt að vona það. Þetta verður spennandi jól. Við ætlum að vera svo slök. Við ætlum að njóta svo mikið lífsins. Og við ætlum bara að taka hlutunum rólega og við ætlum að ganga með Guði. Má ég heyra amen. Og munum það sem að Jesús sagði. Hann sagði, minn frið gef ég yður. Minn frið. Það er ekkert sem jafnast á við frið Guðs. Hann er æðri öllum skilningi. Halleluja. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir náð þín á miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag, drottinn minn, og þú ert kærleiksríkur, drottinn minn, og þú snertir okkur með anda þínum, Jesús. Og drottinn, ég bið fyrir öllum sem hafa farið í gegnum erfiða tíma eða eru að ganga í gegnum erfiða tíma. Og drottinn, ég bið Jesús að þú komi með smyrsl á öll sár. Og elsku Jesús, gefðu mér náð til að setja þig í fyrsta sæti. Ég vil bara þig, drottinn minn, allt annað er hjóm. Og drottinn, gefðu okkur náð að þegar við förum inn í þessa hátíð sem á að snúast þig, að við setjum augu okkar á þig, heilagi Faðir. Ekki tilbúin að streita í okkar lífi eða alls konar brjálaði sem við erum búin að gera úr lífinu. Heldur að við einföldum lífið. Að við förum að ganga með þér. Að við sem meðvitum umhverfi okkar. Að við sem hér og nú, drottinn, eins og þú varst hér og nú, það sem þú gekkst þú hlustaðir, þú heyrðir, þú baðst fyrir, þú læknaðir, þú græddir alla þá sem voru undir okkar af djöflinum. Og þú segir, drottinn minn, ég hef gefið ykkur kraft til að gera slíkt hið sama. Mættu við vera, drottinn Jesús, breytingin sem við viljum sjá í þjóðfélaginu okkar. Og þegar við förum inn í jólaháttíðina, mætti þessi friður sem er æðri öllum skilningi, sem er ekki háður kringumstæðum, sem er ekki háður því hvort að okkur vegni vel fjárhagslega ekki eða bara hvað það kann að vera. Okkar von er fólkin í þér. Ekki kringumstæðunar eins og þær eru núna, heldur bara í þér. Og ég bið, drottinn minn Jesús, að friðu þinn og gleði þín og umfram allt kærleiku þinn, Jesús. Og mætti fylla hjarta okkar, drottinn Jesús, þannig að yfirflæði, ekki bara til okkar heldur, til allra þá sem er í kringum okkur. Og við biðjum í Jesú nafni. Allir liðinni sagði, Gugga mín, viltu koma og syngja? Fyrirgjöðu, er þetta kóralagið? Ég fyrirgjöðu, ég held að þetta væri Gugga að syngja þetta. Nei, endilega, kórinn. Við viljum kórinn. Syngur þú ekki með kórnum bara, Gugga Lísa? Hvernig það? Því við gerum svo margt sem við fegum. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur?